Fundastjóri og kæru eigamenn og aðrir gestir, framsögumenn. Ég vil ekki einu sinni og þakka kærlega fyrir þetta góða fund og ég kom einmitt hingað aðallega til þess að hlusta og ég skal alveg viðurkenna það þegar ég kom hér fyrst og fór að taka þátt í pólitík í Suðurkjördæmi 2009 að vissi ég nákvæmlega ekki neitt sjávarútvegskerfi. En hér fékk ég eldskírnina, kaffistofunum hér á höfninni og ennþá að koma hér og læra og hefur gagnast mér vel. Og ég hef sagt það í þessari umræðu sem við erum og eins og þið sjáið, 90% þjóðinni eða hvað það eða 80 sem að veifa í skoðanakönnunum sem að segja svöruðu já, ég vil að skatturinn þess að hækka okkur annan en mig, að þetta sýnir okkur kannski hvað eru allt og margir sem vanir að búa á suðvesturhorninu, sjá aldrei þegar að fisknum landað og álinu skipað út, að þegar þau tala við mig þá segja ég, jú það getur vel verið og ég held bara að útgerðin geti borgað miklu meira. Og það örugglega bara ekkert mál að gera það. En hver verða áhrifin? Erum við tilbúin að taka á móti áhrifum? Og það það sem við erum búin að ræða hér í dag. Að það örugglega ekkert mál að hafa bara 2-3 útgerðir á Íslandi og nokkuð skip og örfá vinslu sem bara keyrt allan sólarhringinn og góð hagkvæmni og fá miklu meira beinari peningum en þá fáum við kannski ekki öll þau dreifðu áhrif í dreifðu byggðum okkar og fjölbreytileikann og allt það sem við þekkjum og viljum og ég held að það sé svolítið það sem við þurfum að hafa og því hef ég fagnað því að hvað sveitarfélögin hafa sameinast mikið sjávarútvegssveitarfélögin í þessu og ég hef þá sagt það líka að það ekkert að ástæðulausu að bæjarstjórnin hjá Guðmundi og Ísafirði sem samsetta meirihluta eða var allan meirihluta, ég veit ekki hvernig staðan í dag, að þar voru Samfylkingin og Viðreisn og fólk sem beintengd stjórnflokkunum núna, að það ekki út af útgerðarfélögunum eða þessum vondu útgerðarmönnum, Kristrúnar sem að þau að berjast gegn þessu og fara gegn sínum félögum í sínum flokkum. Það út þau vita áhrifin sem þetta hefur það samfélag sem þau eru kjörin til að vinna fyrir og þau vita hvað þetta áhrif þetta hefur þegar ef þau standi ekki í fætin núna og það eru sveitarstjórnarkosningar framundan. Samfélögin skilja þetta og það nú bara svo skýrt og því held ég að þetta sé bara barátta fyrir okkur saman. Það atvinnugreinin sjálf sem að þarf að útskýra þetta og ég held að það sé litlu aðilarnir sem að munu finna fyrst fyrir þessu, litlu útgerðin að fara fyrst, stokkararnir, það byrja að segja þeim upp og fólki sem að vinna kringum þetta, það byrja að hægra, svo það iðnaðurinn sem að með nýsköpunina og iðnaðarmennina og verksmiðjurnar og fullvinnsluna og svo það samfélagin sem að þurfa að gera saman. Og ég myndi eitthvað það, við erum að reyna að berjast núna að fá 50 milljónir eða 60 til þess að halda áfram rannsóknir hér í Eyjum til þess að gera göng. Haldið þið að komi 1500 milljónir á ári í vegamál til Vestmannaeyja ef að vegagjöldin hækka 1500 milljónir hér? Við skulum bara vera ákveða hvað vilja mörg göng. Þannig að, og þetta eru 4-8 stærstu hækkununum hér í Suðurkjördæmi og Gjögur sem skráð í Kringlunni. Ég held að Róbert tók núna saman að hann var bæjarstjóri, 75% af sjómönnunum bjuggu ekki í Grindavík en ég held að flestir á Gjögubátunum búa einmitt í Grindavík og ennþá skráðir þar held ég. En þá vil ég bara segja á lokum að eitt varðandi bara í lokin, nú alveg svona efnahagsleg óveðurský út af hvað gerast í heiminum, það tollastríð, það stríð, verðbólgan ekki búin að lækka jafn hratt og seðlabankastjóri segja hvernig þetta með vextina og annað slíkt. Og það bara eitt vopn sem við höfum í kistunni til þess að bjarga ríkissjóði eins og Guðmundur var að tala áðan og þessum efnahagslegri stöðu, að það er aukinn útflutningur. Þá skulle ekki vera ráðast útflutningsgreinarnar, ferðaþjónustu og sjávarútvegur sem grunninn í því. Og því á lokum segja ég bara, ég þakka fyrir hennar fund, það eru tækifæri í umræðinni. Ég á ekkert bókað ferð til Spánarfjörðinn 22. júlí en ég get verið í þinginu þangað til og við skulum nýta umræðuna til þess að koma þessum sjónarmiðum sem eru hér á framfæri. Þannig að vonandi fyrir málið ekki í gegn en vonandi verður það til þess að stærri hluti þjóðarinnar skilji
hversu mikilvægur íslenskur sjávarútvegur fyrir íslenskt samfélag. Takk fyrir mig.